En við byrjum á öðru, því meirihluti íslenskra þingmanna tilnefndi Sri Chinmoy til friðarverðlauna Nóbels án þess að hafa kynnt sér fyrir hvað hann stendur, eins og framkom í fréttum hér í kvöld og í gærkvöldi. Sri Chinmoy ekki óumdeildur og uppi efasemdaraddir að hann eigi tilkall til friðarverðlauna Nóbels. Þeir Stefán Ingi Stefánsson frá Sri Chinmoy miðstöðinni og Matthías Ásgeirsson formaður Vantrúar eru sestir hjá Helga, en þeir ætla að ræða þennan umdeilda mann. Jú, það spurning hvort að Sri Chinmoy eigi að fara í hóp með Nelson Mandela og móður Teresu og fleirum. Stefán og Matthías, velkomnir. Ég ætla að byrja á að spyrja þig, Stefán. Hvers vegna þessi maður sem virðist hafa starfað í nokkra áratugi hjá Sameinuðu þjóðunum, hvers vegna á þessi maður að fá friðarverðlaun Nóbels? Hvers vegna hafið þið sótt það svona stíft? Við hefum sótt það stungið upp á því að Sri Chinmoy fái friðarverðlaun Nóbels vegna þess starfs og þeirra hugsunar sem hann stendur fyrir. Og þær eru að hver og einn er að hugsa hvað hægt er að gera til þess að auka frið og samkennd. Og það sé undir okkur komið, hverjum og einum, að hvernig við getum reynt að bæta okkur og okkar nærumhverfi og þannig að koma friði á. Þannig að friður byrji í hjarta hvers og eins. Þetta hefur verið rauður þráður í öllu hans starfi og að leggja aðal áherslu á samkennd, að reyna að finna hvað við eigum sameiginlegt, að reyna að leysa úr málunum með friðsamlegum hætti. En þetta allt saman svona falleg og góðu markmið, en hverju hefur hann áorkað svona ef við gerum nú þá kröfu að menn hafi nú eitthvað svona á listanum hjá sér, afrekaskránni yfir það að hafa bundið enda á einhver átök eða eitthvað slíkt. Hverju hefur hann áorkað þessi maður? Já, það er alltaf erfitt að mæla frið. Svolítið erfitt að mæla hann í stigum eða magni eða gæðum, hvort hann mikill eða lítill. Og kannski fæstir sem að fá friðarverðlaun Nóbels að hafa bundið enda á styrjaldir, því miður. Heldur eru flestir sem fá friðarverðlaunin standa fyrir hugsjón og hugmyndir. Sri Chinmoy hefur unnið gríðarlega mikið starf. Hann búinn að vinna, allt frá 1970 á úthant bauðunum að hefja þessa hugleiðslu hjá Sameinuðu þjóðunum. Hann hefur verið með fjöldan allra friðartónleikum, hann með ýmis verkefni eins og það sem kannski þekktast það sem hann að lyfta fólki og reyna að skiptast á innblæstri samkennd og vináttu. Og síðan eru fleiri hlutir eins og hann hefur verið í hjálparstarfi. Það fjölmargt sem má hann telja upp. Matthías, þetta ekki allt saman gott og gilt og þessi maður eitthvað verri heldur en Gorbatsjov eða hvað nú heita allir þessi kallar sem hafa fengið þessi friðarverðlaun og þessar örfáu konur líka? Já, ef Chinmoy hefur virkilega stuðlað að friði í heiminum þá sé ég ekkert athugavert við það að hann fái eða sé tilnefndur til þessara verðlauna. Mér er alveg saman hvað hann gott kemur. Ég bara hef vissar efasemdir það hvort að það sem hann hefur gert sé slíkt. Ég sé ekki alveg hvernig hann stuðlar að friði að lyfta Steingrími Hermannssyni hérna niður í bæ eða sarga á hljóðfæri í Háskólabíó. Og ég velti því fyrir mér dálítið hvort að sögurnar af honum séu ýktar. Við höfum ekki mikið verið að stúdera Chinmoy hjá Vantrú, en við ætlum að setja grein í loftið í fyrramálið á vantrú.is þar sem við munum vísa heimildir. En ég hef verið að skoða þetta og ég fæ ekki betur séð en að söfnuður Chinmoy eða félagskapur eða hvað svona kalli þetta megi kalla köld sem dulbýr sig sem samtök sem berja eftir heimsfriði. Hversna segir það? Ertu að minna þetta sé eitthvað svona sértrúarsöfnuður? Já, Hvers vegna? Því að fólk sameinast í fallegri hugsjónu? Það sem þegar ég fór að kynna með samtökum í dag, þá fann ég meðal annars grein frá samtökum sem berjast gegn sértrúarshópum og aðstoða fólk að komast út úr slíkum. Og þeir segja að félagsskapur Chinmoy sé sértrúarsöfnuður, eða köld, og það svona ýmis einkenni, það þessi dýrkaði og dáði leiðtogi sem verða ýktar sögur af og fólk elskar mikið. Og svo eru þessar reglur sem að félagar þurfa að lúta og fá skammi fyrir ef þeir brjóta og eru jafnvel útskúfaðir. Það eru náttúrulega saklausar reglur eins og mataræði og líkamsrækt. Félagsmenn hlaupa mjög mikið og allt og það er bara jákvætt. Það eru reglur klæðaburð sem þetta virðist vera fyrir álstolta. En þetta allt saman bara hlutir sem gætu bara átt við hvaða þjóðríki sem er. Já, en svo ég með meira, það eru reglur kynlífsástundun, svo dæmi sé tekið. Chinmoy segir sjálfur að ástundun kynlífs hamli gegn andlegum þroska og setur reglur það félagsmenn stund ekki kynlíf. Er þetta rétt, Stefán? Þú fór að bregðast aðeins við þessu. Ertu meðlimur í einhvers konar sértrúarsöfnuði og þetta liður í einhverju foringjadýrkun að fara niður á Alþingishús með plagg og fá undirskriftir? Ég veit ekki alveg hvað við erum að tala Bara í allir hreinskilni því að í mínum huga erum við að tala alveg tvo aðskilda hluti.
Það annars verið að tala starf sem Sri Chinmoy hefur unnið til þess að reyna að efla samkennd og frið í heiminum. Og það stendur bara eins og það og það við það rökstuðningur og það greinargerðir og það einlæg trú okkar að þetta sé mikilsvert starf. En það lítur þá líka með að vega og meta mannin og það sem hann hefur gert og það það sem Matthías að benda á. Hitt sem Matthías að tala það andleg iðkun þeirra einstaklinga sem stunda hugleiðslu og það allt annað. Það alveg allt annað. Og ég búinn að stunda hugleiðslu hjá Sri Chinmoy í 12 ár. Og jú, ég kannast við allt það sem hann hefur sagt hér. Hann reyndar orðar þetta hvasst, en þetta bara hlutir sem að fylgja andlegri iðkun og hafa fylgt andlegri iðkun í árhundruðnar og árþúsundar. Þannig eru þið í vantrúamenn, eru þið ekki líka bara svolítið sértrúarsöfnuð? Þið einhvern veginn, það virðast ekki tveir menn með að koma saman og sameinast áhugamál og þá eru þið orðnir á móti, eru þið ekki að dæma þetta svolítið harkalega? Það nú, í fyrsta lagi erum við ekki að dæma þetta harkalega vegna þess að við höfum til dæmis ekkert skrifað Chinmoy og það ekki fyrir en í dag ég fyrir að skoða þetta. Ég tek undir að, með Stefáni, að verkin þurfa að standa fyrir sínu, en auðvitað skoðum við líka Efastu verkin, heldur að hann hafi ekki náð þeim árangri sem að þú talar á hann að menn þyrfti að ná til þess að verða tilnefndir til Ég efast það vissu leyti af því að aðrar frásagnir af þessum manni eru gríðarlega ýktar og sumar augljóslega rangar. Eins og hvað þá? Já, eins og frásagnir af lyftingarafrekum hans, hann á að lyfta þyngdum sem að hraustustu menn geta ekki lyft og maðurinn getur vel verið hraustur. En ég fæ ekki betur síðan að yfirleitt síðan að nota vogarstöng eða eitthvað álíka til þess að lyfta. Það eru afrek hans á menningarsviðinu. Hann hefur samið gríðarlegt magn af ljóðum og tónlist og myndir og á heimasíðu sem honum tengist. Það kannski ýktar tölur en þar kemur fram einhvers staðar að á 13 árum hafa hann málað 13 milljón fuglamyndir. Og ef við tökum þetta saman og gerum ráð fyrir hann svo í 6 tíma á sólarhring, þá þetta 2 myndir á mínútu allar vökustundir. En ég meina, hvað að þessu þó að maðurinn máli myndir? Það ekkert að þessu. Og ég ekkert að segja að þessi maður þurfa alls slæmir. Ég bara að segja að það ýmislegt sem orkar tvímælist þegar maður skoðar hann. Og eins og hefur komið fram, þá skoðuðu alþingismenn hann ekki. Þeir fengu bara eitthvað plagg og þegar ég skoði þetta, sá ég árið 2004, segir New York Post frá því og hefur eftir fyrrverandi meðlimsamtakana að þá höfðu Samtök Chimney verið að koma fólki, unnið að því að koma meðlimum fyrir í aðalstöðum Sameinuðu þjóðanna í ýmsum störfum. Og þar var markmið að vinna því að Chinmoy yrði tilnefndur sem sérstakur talsmaður heimsins. Stefán verður að fá bregðast við þessu. Er eitthvað til í þessu? Er þetta skipulöð vinna sem þið eru að taka þátt í núna? En hvað erum við að tala um? Erum við nú að fara að tala um starf mitt? Það var enginn að ræða það, Stefán. Ég ætla bara að spyrja, er eitthvað til í þessu sem hann er að segja, Matthías? Nei, sko, þetta snýst starf Sri Chinmoy. Þetta alveg rétt. Ég á þessa ljóðu öll saman. Þið getur komið heim og ég skal sýna ykkur þau. Það ekkert að efast það. En það snýst ekkert það. Það snýst að veita innblástur og allt þetta veitir fólki innblástur. Það að gera eitthvað jákvætt. Leifum við þá umorða spurninguna. Eru þið skipulega að reyna að lyfta þessum manni upp? Árið 2000, fyrir rúmlega 10 ára, þá kom Geir Lundistad til Íslands, sem framkvæmdastjóri friðarverðlauna Nóbels. Og hann sagði að frá Íslandi kæmu mjög fáar tilnefningar. Og við berum mjög mikla virðingu fyrir friðarverðlauna Nóbels. Já, en við erum að ræða Sri núna. Já, og friðarverðlauna Nóbels ganga út á það að fólk tilnefni þá sem að þeir halda sér verðugir kandidatar fyrir friðarverðlaun. Og ég, eins og margir aðrir, teljum hann vera verðugan kandidat fyrir friðarverðlaun Nóbels. Og þegar þetta var kynnt og þegar alþingismenn skrifuðu undir þetta, þá var náttúrulega rökstuðningur á þessu blaði, svo greinagerð sem fylgir með þessu. Og maður gerir náttúrulega ráð fyrir því að þeir sem skrifuðu undir... Hvernig var fráfarandi forseti alþingis að safna þessu fyrir ykkur? Var það þannig eins og sagt hefur frá því? Hann hefur hitt Sri Chinmoy, hann þekkir til Sri Chinmoy. Það eru margir þingmenn sem hafa hitt Sri Chinmoy. Ég meina hversu vel hver einstakling sem skrifar undir blað hefur kynnt sig hvað stendur á því. Ég meina maður gengur út frá því að það sé þannig að maður kynni sér það sem maður að styðja. En varðandi þetta með Sameinuðu þjóðirnar finnst mér mjög ósanngjarnt því að ég hef innlegan trú á að Sameinuðu þjóðirnar séu eitthvað sem ber að vinna fyrir og ég ekki að vinna þar með eitthvað tvöföld markmið. Eins og ég segi, varandi þess ásökunum að hér séum eitthvað kvöldaræð og ég ekkert að segja þetta sé eitthvað dómstagskvöld, alls ekki. En það ýmislegt vafasamt sem maður sér þegar maður skoðar og ég alls ekki ásaka Stefán neitt því tengdu. En þegar maður velti því fyrir sér af hverju á Íslandi, af hverju allir þessi alþingismenn að skrifa hérna undir og komst inn á fráfarandi forseta alþingis og mér skilst að meðlimur samtakanna
áttakana tengist hún fjölskylduböndum og hugsanlega það skýringin á því af hverju svo vel gekk að Getur líka sjálfur haft áhuga á góðum verkum sem hans. Við verðum að enda þetta hérna og við fylgjumst nú væntanlega með þessu í fréttum áfram og sjáum til hvernig fer. Takk fyrir.